hlusta hér á útvarpsþáttinn FM 95 Blö á FM 957. Klukkan orðin 4 og þá hefur þessi þáttur göngu sína og eins og alla þriðjudaga þá situr á móti mér krútt sprengjan Sverrir Þór Sverrisson, oft kallaði Sveppi Krull. Vertu velkominn. Hvernig ertu? Gamli maður, ég svo teflon húða, það festist ekkert á mér. Nei, þú ert feskur að sjá. Já, þú ert í svona dundrandi skapi. Já, ég er góðu skapi maður. Já. Alveg að hálfa er nóg sko. Hvað veldur þessa góða skapi inn í þetta? Það er nú bara, veist, maður er svona, það er fáfræði. Ég veit ekkert maður, þá er mér alveg sama sko. Það er oft þægilegt. Já, það er svo gott að vita ekki neitt. Nei, þá er maður ekki að ágera neinu. Já, ég var að tala Mána hérna sem er á X-inu. Já, Þorkell Mána. Já. Hann er alltaf bugaður af áhyggjum. Hann er alltaf að rífa kjaft og eitthvað svona eitthvað sem ég veit ekkert ekki neitt. Og líka sko helminguna því sem að Þorkell Mána rífa kjaft hverjum er ekki drullu sama. Einmitt, það er svolítið þannig sko, svo hittir maður fólk og það er alltaf, ertu búin að mynda skoðun á forseta? Nei. Ég er ekki búin að mynda með neina skoðun. Nú fer að harðna þessi því, herðu. Nei. Varst ekki að segja mér áðan að hann ætti afmæli í dag, hann Ólafur? Já. Verður ekki að, sko, hvernig er það? Við erum oft báðið þessu eins og bæði hérna sjónvarpi og útvarpi. Það er ekkert hægt að hringja bara í forsetann. Nei. Er það nokkuð? Við höfum einhvern tíma reynd að hitta hann og fórum á Bessastæði þegar við vorum í sjónvarpsþættinum. Já, en við höfum aldrei reynd að hringja hann. Nei. Ég var reynd að hringja hann eftir. Alveg endilega. Já, ég er með sem eitthvað gamalt númer kannski, ég er með númerinn á Dorrit. Já, sem við fengum einhvern tíma. Já, við höfum tjekkað á því. Já. Það eru stálu því númeri. Rétt, já, kæru hlustendur, eins og heyri, þá ætlum við að hringja í forseta Íslands og óskonum til hamingju með daginn. Það er rétt, það er hellingur að vera hérna hjá okkur strákunum í dag. Við erum með þéttan þátt framundan og já, eins og áður komur að nóg að vera, en hvað svona, þú veist, bara ekki vera feiminn. Nei, ég reyna að koma þér frá mér. Hvað verður til þess að þú kýst frekar til dæmis Þóru heldur en Ólaf? Já, ef ég myndi ekki vera að kjósa. Er eitthvað baráttu mál hjá þeim? Þetta er ekki neitt, er þetta ekki bara hvort þeirra er betra að hanga út í garði eða? Já, sko, eins og ég kaus Jón Gnarr sem borgarstjóra á sínum tíma. Það var mæntalega einhverju flippi. Já, og sko þegar ég mátti kjósa fyrst 18 ára, þá kaus ég Ástór Magnússon sem forseta. Já, kemur ekki óvart, þetta er á sama tíma út að safna hlandi. Já, og ég er svona gæi, sko, ég vil, þú ert svona flippari. Flippari náttúrulega bara í Guðs náð, skilurðu, og vil bara hafa svona alls konar í gangi. Ég er búin að vera með Ólaf Ragnar Grímsson sem forseta í 16 ár, sko. Já, og ert alveg til í eitthvað nýtt? Já, ég er bara upp á stemminguna, sko. Maður vil bara lifa lífinu og veist. Það er ekki að fara að grenja hérna, en þetta er skemmtilegt. Skilur við bara prófa einhvern nýjan forseta, ég meina, það er ekki svo eigi að sökku eitthvað meira, sko. Nei, það er endur alveg rétt. Það er bara gaman að fá nýjan forseta, gaman að fá Þóru, og hún er létt og kátt og eitthvað svona, eða bara einhvern annan forseta. Ég held að það mun ekki koma neitt sérstaklega niður á mér, held ég persónulega. Nei, hver er forsetið? Það er endur alveg góður punktur í það, sko. Þú veist, verður maður ekki á þessum síðust og vestu tímum bara aðeins að hugsa svolítið raskat á sjálfum sér, sko. Það hefði ég haldið. Skilur við? Svei með þá, það hefði ég haldið. Maður verður að gera það svona þegar öll er að botni kvöld. Og talandi að hugsa raskat á sjálfum sér. Já. Þá vil ég hvetja alla okkar hlustendur til þess að fara inn á fm957.is núna. Já. Því að vídeóð okkar fyrir FM95 Blö lagið og myndbandið, það er tilnæmt til hlustendaveluna fyrir sem flottasta vídeo ásins. Já, býttu, hvernig eru hlustendavelunni? Þau eru núna 2. júní. Ok, sæll. Sæll, allir að fara það. Þannig að að gera, gerið okkur strákunum þann greið að farið inn á fm957.is og kjósiðið FM95 Blö sem myndband ásins. Mér er drullu sama hvað ég seti hinna valmöðuleikana. Já. Það er söngvari ásins, að fara hans yfir þetta með þér. Já, ég veit ekki alltaf sama bara, Jónsi, Magni, Greta Salome og Blá Rópal, þau eru öll tilnæmd, sko. Já. Nú finnst þetta allt svolítið líkt í gegnum árin. Já, svolítið, sko. Já, það er enda eitt sem er einkennist svolítið við hlustendavelun og íslensku tónlistavelun. Það er oftast sami sem vinnur eiginlega bara allt. Já, það er ekki endilega bara, sko, við, nú ætlum ég ekki að vera herra neikvæður, sko. Nei, langt í frá. Langt í frá, en þegar það eru, sko, það þarf að varast allar svona velun afveitingar, hvort sem að það er Eddan eða tónlistavelunin eða Gríman eða eitthvað svona dót, sko. Ok. Þetta er náttúrulega, veist, það er ekkert mjög margir listamenn á Íslandi eða tónlistamenn eða bla bla bla, sko. Já, ég ætla að fara þetta yfir örstnögt fyrir það. Endilega, skjóttu sá mig. Nýlið ásins, ég ætla líka að segja mig hvað þú ætlar að kjósa. Nýlið ásins, Blá Rópal, Gabriel, Greta Salome, Of Monsters and Men, Sigur eða Úlfur. Hver fann þetta hvað er? Kalt mat, Monsters and Men. Já, mann bjóst svo sinni því. Ég er svolítið skotin í Úlfur þarna. Já. Flytjandi ásins, Dikta, Friðrik Dór, Jón Jónsson, Múkisson, Of Monsters and Men eða Páll Óskar.
Sko ég hef ekki séð... Nú byrjar þetta eins og Páll Óskar. Ég hef ekki séð neitt flytjanda. Já, Páll Óskar, ég verður maður ekki að gefa Palla þetta. Hann er stórkostlur á sviði. Já, ég Palli bara ekki orðin, hérna, veist... Sattur hommi, það sem vorst að leita þannig? Já, það eldgömmul diskokúla. Hann er svo mikill fagmaður eitthvað. Ég veit, hann ætti eiginlega að vera bara, skilur, þetta ætti að vera Páls Óskars verðlaun. Já, hann er svo duglur eitthvað. Já, á allt gott skilið eitthvað. Já, alla daga, sko. En, þú veist, Blár Ópal eru hressi strákar og ungir og feskir, sko. Já, en þeir eru ekki tilhendi sem flytjandi ásins, sko. Ég er rugglaðist. Það reynda að hlusta. Ok. Söngkona ásins, Agnes Björt, Greta Salome, Jóhanna Guðrún, Nanna Bryndís eða Þórunn Antonía. Hver er Agnes? Ég þekki hvorki Agnes en ég Nönnu. Nanna Bryndís? Já. Ég veit það ekki. Ég byrst afsökunar, en... En hverju voru fleiri? Greta Salome? Já, Jóhanna Guðrún eða Þórunn Antonía. Já. Það er spurningum Þórunn er alltaf góð, sko. Já, maður getur nú hent atkvæðinu á hana, hún er góð sönguna. Söngur ásins, Frikki Dór, Haukur Heiðar, Jón Jónsson, Múkisson, Páll Óskar, Ragnar Þóraldsson, Sverrir Bergmann eða Valdimar. Þetta er náttúrulega skítlétt. Sverrir Bergmann! Já, hann fær okkar atkvæði hér, ég er að kjósa hérna. Múkisson er náttúrulega bestur, sko. Já, Múkisson er enda stórkostlu líka. Bestir á sviði, Blas Rokka, Dikta, MC Gauti, Frikki Dór, Gus, Jón Jónsson, Múkisson of Monsters and Men eða Páll Óskar. MC Gauti, alla daga. Nei, ég hef aldrei séð MC Gauta. Þú ert að kíkja á priki þá bara 50 og segja það. Já, ok. Hann er góður rappari, má ég hafa strákun. Já. En svo þetta skipti, ég nenni ekki að fara yfir þetta allt. Já, svo kemur plata ásins, Arabian Horse með Gus, Bara ég með MC Gauta, Föstaður langi, Úlfur, Haglél Múkisson, My Head is an Animal, Monsters and Men, Trust Me, Dikta eða Wait for Fate, Jón Jónsson. Ég er hrifinn af plötunans Jóni Jónssonar. Já. Mér finnst hún skemmtileg. Já, verður ekki Múkisson líka Haglél. Haglél er stórkostleg, sko. Ég held ég verð að gefa Múkisson þetta atkvæði. En hann tók svo rosalega mikið á, sko, tónlistaverðlaununum, sko. Já, líka er ekki komið gott að múka núna aðeins. Leyfa öðrum að prófa að vinna verðlaun. Þetta er svona eins og þú varst að alast upp í yngri flokkum og alltaf sami strákur sem tók all verðlaunin. Það er rótmálandi. Já, efnilegastur, bestur og mestu mörkin og svona. Viðbjóður. Lag ásins, ég er farin, Úlfur. Það var mitt atkvæði. Það ég er með sólinn í augunum og ég sé ekki neitt enda blindur ég er. King and Lionheart með Monsters and Men, Kletturinn með Múkisson. Já, geðveitt reyndar. Leiðalok Friðrik Dór, það finnst mér þetta ógeðslega flott lag hjá honum. Já, ef að komið er að leiðalokum. Þetta flott. Little Talks, Monsters and Men, Okkar leið, MC Gauti og Frikki Dór, Stingum af, Múkisson, Stjörnurhöpp, Gabriel ásand OP og Valdimar eða Wanna Get In með Jón Jónssoni. Wanna get in, wanna get out, wanna get in, wanna get out. Úlfur, ég er farin, mitt atkvæði, staðfest. Já, ég er svolítið Jón Jónsson og Múkisson, sko. Svo kemur myndband ásins, það er síðasti valmöguleikin hérna. Það er FM 95 Blö. Já. Og Hemmi Gunn með MC Gauta ásand Blas Rokka, Little Talks of Monsters and Men, Okkar leið, MC Gauta ásand Frikka Dór, Over með Gus, Stjörnurhöpp, Gabriel ásand OP og Valdimar eða Too Late með Þórunn Antoníu. Þetta er no contest. Þetta er no contest, sko. En er ekki tilnættu eins þessi stelpa þarna sem að var manstu sem ætlaði að koma og breyta rapp heiminum? Já, hún er byrjuð núna. Hún er bara með eitt lag, held ég. Já, hefur séð myndbandi við það? Já. Það er ekki tilnættu. Nei, það er enda það nýtt, sko. Þetta var á síðast ári, sko. Já, það er enda ekki síðast, sko. Jú, ég er þetta ekki alltaf í lagi hjá henni. Ekki jákvæður, ekki vera jákvæður. Ekki vera eitthvað svona, ég er í útvarpi og vera að sinna öllum. Tölum bara opinskátt þetta. Nú, hvað finnst þér þetta? Mér finnst þetta vera, það er annarkvort er það bara algjört rasl eða ég er bara 35 ára, sko. Já, þetta sé ekki að mætast á miðrilið þarna. Samt, sko, ég fíla hún sé að... Já, það er alltaf, veist, hún er eitthvað svona hrist upp í rappheiminum á Íslandi. Já. Við erum á fucking eyju, skilur, þú ert ekki að hrist upp í einhverjum rappheimi, þá þarftu bara að fara að hrista erp. Já, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Nei, ég veit það. Ég neita að taka þátt í þessu. Já, ég er bara að tala, sko. En ég er nefnilega líka fljótu tilbaka ef ég þarf þess, sko. Ég veit það, ég meina þú þoldir ekki Frikka Dór og þoldir, þú veist það er. Þú þolir eiginlega lenga fyrir hún kynist þeim. Já. Það er svolítið þannig. Það er skemmtilegt hugafar svona fyrir börnin sem er að hlusta að krakka. Ekki þolamætt fyrir þetta. En allavega farið inn á fm957.is og kjósið myndbandið okkar og svo bara það sem ykkur finnst best. Styttist hér í, já, ég ætla að spila fyrir stórkostlega klippur sem að kannski nokkur er búin að heyra en ég veit að þú myndi hafa gaman að og þú ert ekki búin að heyra þetta. Ok. Þannig að byttu spenntur. Þetta er Bieberinn. Þetta er Justin Bieber. Hann er að skána á strákurinn. Eru við, Öddi og Sveppi, að starta þættinum okkar með Justin Bieber?
Menn á fertugsaldri spila Justin Bieber á tónlistarstöðin FM 957. Eitthvað fallegt við hann, eitthvað sorglegt í leiðinni. En þetta eitthvað ágætis lag hjá stráknum. Mér finnst þetta allt í lagi. You gotta live your life. Já, vera að lifa lífinu. Já, það eru allavega til verri lög en þetta frá þessum dreng. Við skulum orða það þannig. Já, hann allavega, það má ekki taka það af honum. Hann bara að reyna að gera eitthvað skemmtilegt og sniðugt. Já, og það virðist nú vera heppnast ágætlega hjá honum. Ég held að hann kvart ekkert, sko. Nei, honum drullu sama hvað okkur finnst örglu. Já, það nokkuð ljóst. Ég hef búin að fá helling hérna á Twitter og svo síminn ekki stoppað því að við skiptum á okkur án. Að sjálfsögur Agnes, hún söngkonan í Sigur og Nanna söngkonan í Monsters og Men. Já, hún góð. Já, hvað að okkur? Okkur vitum við þetta ekki. Ég að vinna hérna. Já, þú átt að vita þetta. Ég á að vita þetta, ég veit það. Ég tek þetta pínu á mig. Þú ert náttúrulega bara einhver krútbangsi þannig út í hotni sem með einhverja brandara bara. Ég átt að vita þetta. Já. Þetta skita. Maður getur ekki vita allan fjandan. Nei. Hvað Stebbi Hilmas? Hann ekkert í boði? Nei, og ekki Magni heldur. Nei, þetta máli, sko. Það okkar kynslóð. Já, ég veit það. Það komið ný kynslóð að listamönnum. Já. Það jákvætt. Það mjög jákvætt, en hvað líka hérna þeir hættir að velja kynþokkafyllsta flytjandan? Það ekki alltaf eitthvað sem Sveimur vann og hún hérna í Buttercup og svona. Það kannilega hætti því. Buttercup, hver Íris? Vann hún það einhvern veginn? Já, hún var valinn kynþokkafyllsti popparinn einu sinni og Birgitta og eitthvað. Já, ok. Sá flokkur ekki lengur. Nei. Það ekki alltaf lægi svo. Hver myndi vinna núna? Hver er kynþokkafyllsti popparinn? Á Íslandi? Þú var að spyrja hlustendur eða? Já. Nennur því, opna síman. Það ekki bara vesen. Jó, hver finnst þér? Ertu að tala konu? Já, bara þú veist, hver heldur þið líklegast til að vinna þetta? Hver svona kynþokkafyllsti popparinn í Íslandi í dag? Einhver kona? Já, kona eða kall. Já, ég veist að... Ég meina Múkisson alveg flottur, skilur. Já. En hann sexy? Já, hann er svalur, það eitthvað við hann. Já, hann með einhvern X-faktor. Þórunn Antonía náttúrulega Já, hún mjög kynþokkafull, sko. Já. Hún alveg svona, veist, hún líka alltaf í einhverju spandex göllum og eitthvað svona. Já, sem hjálpar. Já. Í svona keppni hjálpa það. Já, ég segi það, sko. Valdimar kannski, nei. Já. Svo Sverrir Bergmann, hann náttúrulega... Sverrir Bergmann geti verið kynþokkafull. Það Sverrir Bergmann og Þórunn Antonía. Já, nei, jú, kannski. Næ, hverjum ekki drull saman. Herru, fáum hérna slúðurpakka dagsins. Já, skjóttu. Ég ætla að byrja slúðrið á Britney Spears en hún hefur nú loks samþykkt að taka að sér X-Factor í Bandaríkjunum og verður þar ásamt L.A. Reid, Simon Cowell og einni mannsketni sem ég þekki ekki neitt sem heitir Demi Lovato. Demi Lovato? Já, hún örugglega eitthvað fræg svona innan tónlistageirans en... Já, þetta er svona Bandaríkin náttúrulega. Já, ég hef ekki heyrt hana. Þannig að þau munu vera með X-Factorinn núna í haust og Britney Spears fær litlar $15 milljónir fyrir þetta verkefni. Já, það er sinnum 120 eitthvað fyrir ykkur sem er ennið að reikna það. Og ég veit ekki með Britney hana. Ég er svona X-Factor og Idol fíkil, ég horfa á þetta allt. Já. Ég ætla ekki að dæma hana á hún mætir en ég hef ekki mikla trú á henni. Demi Lovato, er það Demi bara svo Demi Moore? Já, Demi Lovato. Já, hún er betur þekkt sem Demetria Devon og hún er fædd 1992. Ung stelpa. Já, hún er bandarísk söngkona sem er fræg fyrir myndina Camp Rock og þættina Sonny with a Chains. Hún greindist einu sinni með lystarstól og fór í meðferð. Glæsilegt. Og hún hefur gefið út plötuna Skycrabber, ekkert. Já, ok. 19 ára. 19 ára stelpa, komin hann í dómnefndina ásamt Britney Spears, ég veit það ekki. Herru, svo er það John Travolta greið. Já. Það er komin 4. ákæran á hann. Nú, hvað, var hann að reyna að misnota eitthvað nuttara? Já, þetta er allt einhverju kalkis nuttara sem er að kæra greiði mannin. Já. En það stefnir í að þetta fari, sem sagt, ein ákæran verður ekkert úr, það stefnir í að hina tvær fari fyrir dóm. Já. Og þessi 4. maður sem er að kæra hann vill meina að hann hafi enga ástæðu til að ljúga, hann er að vinna á flottu hótel í Bandaríkjunum. Og segir hér orðrétt að hann myndi aldrei fara að fórna starfi sínu til þess eins að ljúga upp á mann sem að hefði ekki gert honum neitt. Og hann er vist einhverja nuttstofu þarna á þessu fancy hóteli en það má vist ekki segja hvað hótel það er. John Travolta bara alltaf í nutti að reyna að snerta kallminn, það er ógeðslega fyndið. Já, þetta er bara eins og eitthvað skett. Já. Skilur þau? Bara John Travolta, hann má ekki leggja aftur nuttbekk og þá reyna hann, en við getum ekki sagt að hann sé að þessu, það er ekki búið að dæma manni. En myndir kæra John Travolta?
Já, myndir eitthvað reyna að jökka mér? Já, myndir bara eitthvað að segja, hey John, stop it! Það er náttúrulega létt að sitja hérna í stúdíón og segja það, við erum ekki lærðir nuddrar, en svona mín fyrstu viðbrögð gæti orðið bara, John, verði ekki að þessu bulli. Hvað gerir, veist, hann ekki rekinn úr Kabbala-ruglunu sína þarna? Kabbala-trúin og allt í ruglinu. Já. Það er eitthvað sem maður á að fara að skoða, Kabbalatrú. Já, ég ætla að googla Kabbalatrú. Herru, svo er það síðasta loka slúrið, það er af Íslendingi. Já. Og þetta finnst mér einhvern veginn, þetta bara sýnir hversu ótrúlega ólíku Þorvaldur Davíð Kristjánsson er mér. Hann er núna frumsýna sína eigin óperu í New York. Já. Og það er vist einhver hádramatísk ástarsaga frá Vestfjörðum. Sæll. Spáði því, hann er bara búinn að semja óperu. Þetta er hæfileikar einhver strákur. Já. Ég einhvern veginn, það er síðasta sem ég geti samið, sko. Já. Æ, ég veit ekki. Mér finnst þetta eitthvað merkilegt. Er þetta kannski ekkert merkilegt, eða? Já, ég meina, þetta er bara frétt, skilu. Já. Er hann ekki í skóla úti? Já, nei, hann er búið með hann. Já, ok. Og var það fyrsta sem hún datt í hug eftir að klára leiklistanám í New York að fara að semja óperu, eða? Greinilega. Skrítið. Snillingur. En satt. Algjör snillingur. Algjör snillingur, segir Sverrir Þór Sverrisson. Heyrðu, Kabbala, svona grunnkenningar Kabbalatrúar. Já. Ertu til, eða? Nei, er það? Nei, kannski ekki. Já, ok, hvað er með? Örsnögt. Kabbala, það kennir að ef við viljum nálgast þær gjafir sem voru skapaðar fyrir okkur til að meðtaka og njóta, þá þurfum við að læra fyrst hvernig við getum eignast og meðtekið þessar gjafir. Það er nú alltaf það. Já, ég menn, þetta er allt sami skítur en eitthvað. Eða ekki? Það var slúðupakki dagsins. Það var ekki þykkur að þessu sinni og ég búist afsökunar á þig. Það má eiginlega segja að þessi slúðupakki sé aldrei eins og hárið á þér. Hattu kjátt. K.O. Þunnur ógeðslugur. Með Feel So Close hér í FM 95 Blö. Á þessum, ágætis þriðju degi. Strákarnir í Pepsi-deildinni hafa ákveðið að láta vaxa á sig pung og ætla að spila fótbolt í kvöld. Ótrúlega með viðrast. Já, að fresta leiknum í gæra því að, það var samt alveg þryggjasta hiti, sko. Já, ok. En það var einn leikurspilar í gær, Stjarnan vann Keflavík og sko, Garbaðingur til hamingju með það. Nokkur leikir í kvöld. Var fresta vegna veðurs, eða? Já, í gær. Sem pínu skrítið, sko, því að svo var allir á æfingu bara. Já, mitt í staðinn. Já. En þetta, ég held að þetta aðalega verið gert kannski fyrir áhorfendur. Það er ekkert rosalega heillandi að mæta á leik í einstigs hita. Nei, það er rétt. Sitandi þarna, því að þú ert kjurr upp í stúku. Já, það er alltaf. Með einhverja pepperónisneið, með hálfu pepperónia og góðslösu kóki. Já. Það er alltaf sexy. Og þetta er ekki alveg pepperóni, þetta er meira svona salami eða eitthvað. Já. Þú veist, menn eru svona að reyna að spara og kaupa malakoff. Já, það er líka þannig, sko. Þegar þú fær pítsur og fótboltavöll, það er greinilega bara tilkynnt niður á Dominos eða hvar sem þetta er. Herru, er þetta farin á völl? Já. Það er bara hirt svona helmikið áleggin af, held ég. Já. Ég hef aldrei fengið pítsu á fótboltavölli með, svona 2 áleggstegundum. Nei, það er bara pepperoni og það er svona hálft inn á sneiðinni. Já, ömulegt. En talandi fótbolta, þá er ég hérna með smá tengingu. Það sem ég ætla að spila fyrir því, Sverrir, það eru 2 lýsingar, ég ætla nú bara að spila þær. Það eru 2 lýsingar Gummi Ben í þessari ógeðslegu lokaumferð ensku knattspyrnunnar helgina. Já, ég var að horfa á það, ég hef aldrei lent í þér eins. Nei, Gummi Ben fer gjössalega á kostum og það er... Ég heyrði þetta, í beinni. Já, sem fer eins og eldurinn sinu hérna og ég ætla að spila fyrir... Þetta er æði. Þetta er einhvern veginn þó að sett búin að heyra þetta á Facebook eða eitthvað, þá, veist, það er alltaf þetta að hlusta á þetta aftur. Það er Joey Barton er sem sagt rekinn út af fyrir Manchester City og Gummi Ben er ekkert allt og ánægð með þennan dreng. Áður hún fer í þetta? Já. Joey Barton, hver er það? Hann er snarruglaður, sko. Ég nefnilega var bara í fyrsta skipti að horfa bara á heilan leik í ensku. Hann tórir hjá engu liði bara einfallega því hann er ruglaður. Hann var rekinn frá Newcastle, ekki? Jú, bara veist það, hann drap í síkart í augan á einu liðsfélaginu sínum þegar hann var í úlingaliði, held ég, og sá drengur fekk aldrei sjón aftur. Ok. Og hann er snar vitlaus, sko. Hann var bara farin að twitta þarna kvöldi, sko. Já, hann var bara komið beint í það, bara ég ætla að reyna að taka einn út, en ég er enda að hlóa þeim twittum, sko. Já, hann ætla að reyna, ástæðan fyrir hann barði einhvern eftir rauðaspjaldið var til þess að einhvern myndi berja hann. Já, og færi með út af líka, sko. Sem er þetta fagmennska, þetta er fíbl, sko. Já, þetta er algjör fáið. En ég ætla að spila hérna Guðmundur Benediktsson fór gjörsamlega á kostum. Við skulum að heyra hérna hvernig hann tók í það. Það var að vera að reka Joey Barton út af. Það er að gerast hér liggur Carlos Tevez og Mike Dean lappar beint að aðstofdómarum eins og hann hafi séð þetta. Já. Er Joey Barton að fara út af hér? Það væri honum líkt að klúðra öllu fyrir félag sitt með að láta reka sig út af hér. Ég held að Joey Barton sé að fara að velli. Hann er að fara að fá rautt spjald, svo hann virðist að
slegið til hans eða slegið í hann, beint rautt spjald á Joey. Þú þarft víst hjálpandadrengur. Á brjálaður. Já, þetta hvað að þessu dýri og hann að Gummi Ben náttúrulega fagmaður. En ég fór svona að hugsa, ég væri ekki til í að vera svona Gummi Ben og hafa pappa minn brjálaðan á mér. Hann er ljónharður. Já, það heyrðist hann. Hann lætur þau heyra hann. Hann brjálar. Hann sko að Joey Barton heyrði ekki í honum. Það maður heyri Gumma Bena. Þetta reyndar úrslega fyndi með svona íþróttafréttagæja sko, sem að lýsa leik. Þeir náttúrulega lifa sér inn í þetta. Já. Hvað að þessu dýri finnst mér stórkostleg lína? Og svo kemur að því að þeir bara, hann varð í alvörinu alveg brjálaðislega pirraður út í hann. Já. Sem það eitthvað fyndið við. Það var líka svo mikilvægt að leikur Queens Park Rangers varð að vinna til að halda sér uppi og fullt af svona sko. Já, en hvar stendur Gummi Ben í ensku? Hann held ég United. Ég samt ekki að vissu. Hann fer voða lengt með þetta. Já. En Hjöppi K? Hann United. Hann United, já. Þegar ég sá þetta, ég ætla ekki að ræða þetta við þig. Nei. Við ætlum ekki að ræða þetta mikið. Nei. Ég er í góðu skapi og ég er búinn að ég sagði Birni bara frá því í gær hvernig mér leið og það er bara komið. Hvar varstu? Ég var á úrillu górillinu. Með hverjum? Með öllum United-vinnum mínum. Og varstu byrjar að fagna? Nei, við sátum svona í hnapp og þegar það var komið 90. mínúta þá byrjuðu allir svona haldauð um hvern annan þegar voru bara 5 mínútur eftir og þeir þurftu 2 mörk. Já. Og ég var búinn að panta mér 1 bjóra þegar ég var svo stressaður. Og ég held að þú skast ég verið þarna. Ég var byrjað að sjá fram á stórkostlegt sunnudagskvöld. Varstu að horfa á 90 sekúndum eitthvað. Varstu að horfa á United-leikinn? Nei, ég horfði eiginlega bara á City-leikinn. Já. Þegar United var komið 1-0 yfir og samt var United á risaskjánum hjá okkur sko, en það eru 2 sjónvörp svona. Já, til hliðar. Já, ég var eiginlega bara að horfa á City. Og þegar þeir skoruðu seinnamarkið á þessum 100 sekúndum. Þá labbaði ég út. Já, fórstu út. Beint. Bara strax. Já. Út í bíl. Greip jakka minn og labbaði út. Og hvert fórstu? Heim til mín. og var með þess að hugsa bara heima með bara, veist, mér langaði ekki að gera neitt og var bara einn heima hjá mér og nefndi ekki eins og horfa á neitt, nefndi ekki að vera í tölunni, þetta var bara viðbjöður. En ég er nákvæmdur í dag. Gott að heyra. Já, þú er búin að þroskast heilmikið. Já, en það er líka sumir sem mistu því miður að þessum leik og eru á sjúkrahúsi eins og þetta. Ég veit að þeir eru, ég veit að sumir eru að hlusta. Bað mig að spila 4 lög með Pitbull í dag, svo það er frábær, það er ég ekki að fara að gera. Þetta er ekki óskalu sjúklinga hérna. Nei, þetta er ekki þannig. En þessi ungi drengur, ég óska honum skjótan bata. Hann er á réttri leiðstrákurinn, en við rifumst einu sinni heil lengi ég og hann og það var ekki í útvarpi hvort að þetta væri besta lag allra tíma. Hann vil meina það og hann ætlaði að senda honum baróttu kveðju og þetta lag. Þetta er ekki besta lag allra tíma, þú veist að drengur, en get ég farið núna og fengið með kaffi? Já. Hér í FM 95 Blö og Mark Antoni. Já. En Jennifer Lopez. Já, fyrirhandi. Við Sverrir vorum að spila hér rétt áðan skemmtilega klippuð þar sem að Guðmundur Benediktsson fer gjörsamlega á kostum. Já. Og ég er hérna búinn að græða upp númerið svo ég hef ekki heyra það síðan. Já, það er nú að gera. Tekka eins á gallurum. Spurði hann svona aðeins. Spurði hann núna sko. Já, það var ekki bara þetta. Hann náttúrulega truflaðist líka þegar Aguero skorar sigurmarkið fyrir City. Síðasti leikurinn er ekki komin í sumarfrí bara. Jú, Já. Er það Guðmundur Benediktsson? Það er hann sjálfur. Hvað segir það? Þú ert í beinni útsendingu FM 95 Blö. Já, þakka ég kærlega fyrir, það er heiður. Já, ég trúi því. Hann situr hérna á móti mér hann íþróttaspekingurinn Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull. Já, einn besti hótnamaður Breiðholtsins. Hárrétt hjá, örfenda undrið. Við vorum að spila hérna áðan klippuna með þér þar sem að, þú lætur Joey Barton við nokkur aðeins heyra það. Það sprakk hann bara eitthvað eins og hann væri tengdu þér, eins og þetta væri ættingi eða eitthvað að skýta á sig. Þetta er einn stór íþróttafjölskylda. En hann hefur verið útskúðar úr þessari. En þetta er algjör fáið ykkur einlega. Hann er það. Það er í miður. Þá bara er það þannig. Þó að ég kannski sagt og mikið þarna á þessum ákveða tímapunkti þá. Það var mjög fyndið, ég talaði við pappa. Það tekið ekki tilbaka og sé lítið eftir því. Ég var að tala við pappa sko, við vorum að ræða þetta, hann alveg, heyrður þú Gumma? Ég alveg, já maður, djöfullar að fyndi maður, hann var alveg brjálar. Já, mér varst nú bara alveg á mökkunum að vera að fara yfir strikið þarna. En hann er líka gamall og lúinn kallið sko. Hann þolir þetta ekki. Ég heyrði nefnilega góð svo að pappanum um dag. Já. Já, er hann að flagga? Já, alveg hygglust. Hann var í golfi með manni sem ég kannast við. Já. Og
Holli á undan, það voru konur og það voru svolítið lengi að spila, hann var þreyttur á þessu. Já. Og klukkan var 6:30 og sagði nokkuð hátt, þannig að helst að þær myndu að heyra líka. Já. Hver eldar á þessu heimili ef þær eru bara þarna? Þetta er topp eindag, greinilega. Þetta er Sverrir Friðþjófs bara í hnotskurn. Þetta er ekta, pabbi. En ertu ekki sáttu við seasonið, Gummi? Jó, ég er mjög sátt. Svona í heildsinni? Þetta er náttúrulega bara skemmtilegasta season líklega sem að getur þó að mátt enda öðruvísi fyrir suma. Já. Ertu United maður, eða? Ég er United maður, já. Já, þú ert alveg þannig? Já, já. Og þú ertu jafn Ég er ekki veikur samt, ég er ekki ógust að marga veika. Já. Ekki bara með United eða Liverpool, sérstaklega þetta með Liverpool, mjög marga mjög veika. Já. En ég er ekki... Þú ert ekki... Ég er ekki að svefni því og liði sem ég haldi með í útlöndum tapir leik, sko. Nei, en ég menna, myndur þú segja að Höddi Magg væri veikur? Það er ekki mitt að dæma það. Ég er ekki læknisverndaður. Þetta er en sko, þú ert United maður og ég sem United, sko, þegar ég sé Aguero skora, þá lappa ég út og ándjóks, mér varð hálf flökurt. Það var svona eins og ég hef verið kildur í maga eða bara eitthvað tekið frá mér. Ég hefði aldrei getað liðið með svona inn í þetta eins og þú. Þú bara fagnar þarna Aguero eins og, já, bara aftur eins og sonuðin hefur að skora. Hann er náttúrulega hetjan á það. Þetta er bara ákveðið moment sem að fer inn í þarna. Það er ekki hægt að lýsa þessu. Ég satt að segja, þá veit ég ekkert hvað ég er. Þú veist, leikurinn er búinn og ég bara að keyra heim. Þá, þú veist, fæði stundur hringingar. Hvað sagður þetta? Ég man ekkert hvað ég var að segja í þessu. Nei. Þú ert bara inn í einhverju boxi, bara að lýsa fótbolta. Já, síðan er það bara búið. Ég fíla. Herru, við ætlum bara óskæði til hamingju með þessa stórkostlu lýsingu. Við vorum að spila hérna Joey Barton. Þetta er bara með því skemmtilega sem heirt, bara dýrið og... Þú þarft víst hjálp. Herru, bara til hamingju með gott sísongummi. Takk sem við leiðum. Við erum í bandi. Ok. Þetta var Guðmundur Benediktsson. Ég held að flestir á Íslandi séu sammála með þetta sé okkar einn ásæðlegasti svona fótboltalýsandi. Já, hann er mjög góður. Ég er ánægður með hann. Við fá hér örstutt skilaboð og svo ætlum við að hringja forseti Íslands sem afmæli. FM 957, Hringborg og Tromp kynna. Hlustendavelun FM 957 2012 í Hörpu, laugardagskvöldið 2. júní. Taktu þátt í að velja sigurvegara hlustendavelunana á fm957.is. Sveppi FM 95 blöð með ykkur hér á þessum þriðjudegi og þetta er merkilegur dagur fyrir þær sakir að forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson, já hann er allavega ennþá forseti eins og staðan í dag. Já. Hann á afmæli í dag, litli grísinn. Ó já. Og já. Það verður eitthvað svaða partí á Bessastöðum í kvöld maður. Hvað heldur þú maður? Menn er að fara að þrýsta niður nokkrum kvöldum. Já, annarkvort í kvöld eða morgun. Hann gæti fresta partíinu á morgun af því að frí á fimmtudaginn. Hann gæti, er ekki Óli svo típa, hann passar allir í frídaginn eftir. Já. Reyndar hann einhvern veginn alltaf í frí, hann getur dótt í það hvaða dag sem er sko. Já, skemmtilega að hafa einhverja messir. Já. Það er leiðilegsta sem hann gerir, það var einn á fyllir í þrótt ammali. Já, það er eitthvað rétt. Það er eitthvað sem ég ger ekki eftir. En hann á ammali og okkur Sveppa, ég minna við teljumst nú svona sem landþekktir menn, eða ekki? Jú, búin að vera í fjölmiðlum í 10 ár. Drottum í dýri maður. Þannig mér finnst eins og við ættum nú að fá óskorinn til hamingju daginn. Já, og hann er líka orðin eitthvað aðeins léttari núna. Nú er kosningabaráttan að byrja fyrir forsetann og hann er farin að láta láta heyri sér í Sprengisandi á bylgjunni. Já, nákvæmlega. Þannig að nú, hann þarf að gefa smá færi á sér. Auðvitað! Hvað heldur þá? Hvað heldur þá? Sko málið er, ég er hérna með gamalt númer hjá Dorrit sem að við stálum inn svona að Efimarju. Já. Og svo er ég með bara einhvað sem heitir Forseti Íslands sem er bara inn á já.is. Viltu prófa þessu númer eða? Já, ringjum í þetta og aðtöðum hvort það sé einhver möguleiki að fá að tala við hann, sko. Er ekki meiri líka, og ekki prófa aðtöða hvort að Dorrit sé ennþá með sama númer? Jú, byrjum á Dorrit og svo endum við á einhverju forseta ritara, sko. Sem er ömurlegt. Já, við reynum bara. En þetta hérna er staðfest að þetta var einu sinni númer enn á Dorritar og ég ætla að sjá hvort að hún svara ennþá í það númer. Hún er náttúrulega svona celebrity, getur hún að skipta númer. Já. Það er á tali. Ok. Það er ekki jákvætt, eða? Jú, það er mjög jákvætt. Það ætla að taka við einhverjum hamingjóskum með það. Já. Hún ætla að koma á Facebook. Já, það var nú alveg komið tíma að fá Dorrit þangað. Ætla sem ekki að vera að póka hana. Já. Hvað er þetta? Þetta er Dorrit. Og er þetta hún? Já. Kannski svarar ekki að því þetta er svona eitthvað 5-5 fyrirtækisnúmer.
Það sé að skemma fyrir okkur. Getur verið talað. Hæ, heiti Dói, skildi skilabói. Ekki svara þessu númeri, Dórin mín. Hringdu í bara Forseti Íslands, skrifstofuna. Nú. Prófum það. Já, gott að vita að Dórin ennþá með sama númeri. Já, en það gæti náttúrulega, það veit að koma, já, þið þurfa að senda inn formlega beiðni. Það óþolandi, Já, við bara... Við spyrjum bara, maðurinn ekki kosningabaráttu, þarf hann ekki á því að halda að þjóðin heyri í honum, Já. Og veist það, allir þeir sem eru að hlusta á þennan þátt eru með kosningar. Forseti Íslands? Já, þetta á Forseti Íslands? Já. Komdu sæl og blessuð, Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina með situr Sverrir Þór Sverrisson. Já, sæl. Kom sæl. Við erum hérna með útvarpsþátt sem heitir FM 95 Blö. Já. Og okkur langaði svo að óska Forseti Íslands til hamingju með daginn. Akkurat, daginn í gær. Já, daginn í gær. Glæsilegt sveppi og sæður með afmæli í dag. Já, svona, veist það sem afmælisvika. Já. Er einhver séns á að fá að kasta þeirri kveðju á hann? Kasta þeirri kveðju á hann, bara svona beint til hans. Já. Eða svona í gegnum sína. Er þetta að setja hann á línuna eða? Það svolítið erfitt svona hér og nú. En býta augnablik. Ok, takk. Og heiti ég. Já, góðan daginn, Óli, er hann við það? Sem sagt, forsetinn að vinna á Bessastöðum og eru upptekinn og fundið þar. Já, ok, þannig að við getum ekki fengið að heyri í honum strákanir hérna. Því miður. Nei. Hann er bara upptekinn og fundið að tala um einhverjum menn, ég get ekki slitið þeim frá því. Nei, ég skilði. En er hann með gemsa, herra Ólaður? Ég veit ekki, jú, hann alltaf er með gemsa oft. Já. Hvaða típur er hann með, veistu það? Er þetta svona iPhone-gæi eða? Sko minnir, ég þarf aðeins að hlaupa hérna. Já, ég skilði. Mjög skemmtilegt. Ok. En hérna, ég skal reyna að koma ykkur í sambandi en ég mögulega get. Æðislega. Þakkaði fyrir það og hérna óskaði kallinu til hamingju með daginn. Mér? Nei, hérna Óla, í gær. Já, í gær, já, það er bara það. 69-ra? Takk fyrir það. Herri, takk fyrir okkur. Vá. Ok. Óla var hann hastur að í lokin eitthvað. Já, hann fór átt að sjá að þetta var eitthvað grín og flipp eða eitthvað. Já, bara ég held að hann leiðu sagði Böðum Blöndal og Sveppi Krull og þá allt í hennu breytist hann eitthvað villidýr. Bara því að leiðan heyri Sveppi Krull, þá var svona, já, þetta er einhver fíblaskattur, bara ekki nonni spýta þarna við hliðina og sægi landi eða eitthvað. Já. Heyrðu það, svo allt í hennu sann, hérna, ég verði aðeins að hlaupa. Já, hvert er hann að fara að hlaupa? Heyrðu það á honum á 60. Já, við reyndum að heyra í forsetanum og Sveppi, þú skeist að, þú sagði mér hann afmæli í dag. Já, ég veit. Það var að gæra þetta. Já, hverjum er ekki dörr. Það, en þú getur allavega, hann er 69 ára. Skemmtilegt tala. Og þú veist hvað það þýðir fyrir gamla. Já. Ó, já, það vita það allir. Hann var heppinn í gær, hann snýri öfugt í gær. Shell V-Power auðveldar vélinni að viðhalda endingu og afköstum í öllum bensínbílum. Shell V-Power. Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 10. Ávallt ferskir. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fyrsti vinningur gæti orðið 350 milljónir króna. Skattfrjálst. Víkingalotto. Alltaf á miðvikudögum. Biðin er á enda. Diablo 3 er komin í verslanir BT í Skeifunni og á Akureyri. Verstu við djöfla og furðuverur í einhverjum stærsta hlutverkaleik ársins á PC og Mac. Diablo 3 er leikur sem verður að tékka á í verslunum BT í Skeifunni og á Akureyri. Arion banki kynir nýjalega íbúðarkaupum fyrir ungt fólk. Kynntu þér íbúðasparnað á arionbanki.is og reiknaðu dæmið út frá eigin forsendum. Arion banki. Ég er búin að nota þetta í Dominos til að panta pítsu. Fyrir nenni ekki að elda. Það var gett gott að bara já, herðu, ég á aukakrónur. Faktist er ég ekkert að borga fyrir þessa pítsu. Ég heiti Eva Björk og ég er að læra húsgagnasmíði og ég nota aukakrónur. Avenue opnar undirfótaverslun í Kringlunni á morgun. FM 957, Hringtorg og Tromp kynna. Hlustendavelun FM 957 2012 í Hörpu, laugardagskvöldið 2. júní. Taktu þátt í að velja sigurvegara hlustendavelunina á fm957.is. Miðasala hefst mánudaginn 14. maí á dílar.is. Hlustendavelun FM 957, Hringtorg og Tromp. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér Tromp. Njóttu
þess að vera til. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Kortið og hringtorg. FM 95 Blö í boði. 19 Gretia. Nú getur þú fengið. Já, þetta var ég sem skeitt á mig, sko. Ekki 5, það 15 í dag, sko. Já, samt, þú veist, ég hef ekkert að vera að kenna þér þetta átti ég bara að segja við, nei, ég nátti ammæli í gær. Ég get pínu sjálfur mér kent líka hvað ég heimskur. Já, þetta skiptir engu máli. Nei, ég held að það enginn tapa sér að núti þó að vera segja vitlega dag, sko. En það, hvað segir þau? Nei, bara svona veltaði fyrir sig, hvað gerir fórsetinn á ammælinu sín? Já, er ekki bara svo allir aðri dagar. Hann virðist alltaf vera að voða, sko, þessir menn í kringum hann. Hann svo sé alltaf nóg að gera, veist, hann alltaf einhverju fundum og eitthvað. Það er lygi. Já, það ekki? Jó, ég held að sé oft bara kannski að vasast í einhverju öðru og svo bara, veist, hann nennir ekkert að taka síman, sko. Nei. Annars væri hann líka bara í því. Já, þetta. Allan daginn. Tala við alla. Já. En hérna, við munum reyna að fá hann í þáttina, hann í kosningabaráttu og við heyrum aftur í hann. Já, við þurfum að fara að taka frambjóðendurna svolítið fyrir, sko. Já, mér finnst að ættum að semja eitthvað nýtt flott svona, frambjóðenda stef eitthvað og vera með þá hérna. Aðeins að hífa þessa umræðu á hærra plan. Já, það held ég, en það er hins vegar komið að dagskrárliði núna hjá okkur Sveppa, sem er oftast á 50 dögum, þar sem ég og Hjöppi verður núna saman næsta föstudag, frí á 50 daginn og við höfum ekki verið með 50-dagsþáttunni í langan tíma. Og það er dagskrárlið sem heitir Töðhornið. Þá geta hlustendur hringt inn og þetta er eina skiptið FM 957 þar sem að má töða en þetta hressasta tónlistarstöðin á Íslandi. Ding dong! Þannig þú farið ekkert að töða hér. En við ætlum að opna núna fyrir síman í 511-0957 og já, ef þið hafa einhvern til að töða yfir enda þriðjudagar og fínt að töða á þriðjudegi, þá megið töða. Töðhornið í FM 95 Blö. Áættjart að fara að moka göturnar. Rákæs, stelpæs, hommæs, veitu hvað endar þetta allt saman? Ef þessu er ekki breytt á drepið mig. Hvar endar þetta allt saman? Hvar endar þetta allt saman? Þetta er vanhæf ríkisstjórn. Af hverju fá konur í viðskiptalífinu ekki meir umfjöllun? Það vita það allir að hann er hálfviti. Hvernig getur Luis Suárez fengið 8 leikja bann fyrir þetta? Já, við Garðbæingar heimtum úrbætur. Ég læt alla vini mín á Facebook vita ef þessu verður ekki breytt. Hann er bara dónalegur. Erum við öll að borða iðnaðarsalt? Nei, strákar, nú haldið þið kjafti. Síminn er 511-0957. Rétt 511-0957. Þetta er klassa trailer átt á undan. Þetta er rosa trailer. Já, þetta er eiginlega, þetta er ekki beint Töðhornið. Þetta er útvarpssaga. Já, þetta er svona okkar út að saga og ég ætla að vona að fá gott töð. Við ætlum að opna hérna fyrir síman FM 95 Blö. Velkomin í Töðhornið. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég ætla að tuða hvað stelpur og það lausláttar í dag. Já, það er alveg hárrétt hjá þér. Þetta er ríðand út um allt maður. Ói bara. Við samt fyrir alvörunni. Þetta er byrjað bara að flakka 12 ára. Nei, rólegur. Ég er alveg sammála, þetta er viðbjóður. Þú ert sjálfur búin að fara á 13 ára. Já. Það er þessi feskur, það er leitur á þennan. FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Velkomin í Töðhornið. Já, mér langar svolítið að fara að töða. Já, yfir hverju viltu töða? Mér langar að töða en því að hann Gils fá ekkert að vera með einhverju í þóttunum. Já, ég er alveg sammála því. Hvað þetta helvítis kjafta þér, sko. Já, hvað heitirðu? Veikur núna greið. Ég heiti Steingrímur. Þú lýgur því, þú ert með grínrödd. Hvað er að þér? Það er ekkert á mér. Þú var að banna að vera með grínrödd í Töðhorninu. Ég get svo svarað að þetta er bara mín rödd. Sjámli, já ég er sammála þessu, þetta er kjaftaði. Þetta er helvitis röggl og hvenær fær hann að koma aftur? Já, eftir sumari þá er aldrei að vita hvað gerist maður. Já, það er bara því miður ekki okkar höndum eins og er, en trúðu mér að ég sakna hans líka. Já, ég vil bara sjá hann aftur. Hann er með þeim betri hann hjá ykkur. Já, þú sér hann svo sem ekki í útvarpinu, en ég skil gott við. Takk fyrir þetta, kallið minn. Áleitum á. Bless, herri, já, við erum hérna í Töðhorninu, FM 95 Blö, yfir hverju vilt þú töða? Já, veistu það, ég er eiginlega í smá bömmir, sko. Já. Það fyrir viku þá eiginlega ég MacBook-töfuna. Já, ok. Svo ég nótt eiginlega í iPhone-um minn. Nei, það er ekki góði dagar hjá þér. Það er bara búið að jarða Apple fjölskylduna. Og hvað? Já, maður segja það. Og ert að töða yfir því? Já. Getur ekki bara svolítið sjálfur kent? Nei, samtalið ekki. Þetta er bara svona einhverja óhefni í mér. Hvernig eyðilegast síminn? Hæ? Hvernig eyðilegast síminn? Varstu blindfullur að pissa og mistir hann í klóstið? Á Monday. Ég meina fórsetin átti ammali, menn hann og dottið það fyrir minna. Já, það er reyndar rétt hjá þér. Nei, ég bara mista hann í jörðina og
skjárinn fór í rúst bara. Já, þess vegna sko, þú átt alltaf að geyma símaðinn í sokknum. Já, ég man það næst. Það, veist, að vera með hann í brjóstvasanum sem opinn eða vasa og svona og maður alltaf að beygja sig og eitthvað svona. Ég geymi veskið mitt og pening oft í sokkunum. Já. Og nú ég farin að geyma síman í sokknum, þannig að ef hann dettur á jörðina þá er þetta stutt fall. Ég get ekki gefið betri ráð en þetta. Og það er eitthvað sem að Apple fyrirtæki ætti að fara að gera, það er að búa til svona sokkaband fyrir síma. Já, hvernig væri það? Já, þetta er bara $1.000.000 sko. Já, þú keyrir þetta í gang. Ég keyri þetta í gang, gamli, farðu varlega í framtíðinni. Farðu varlega, herru, þú varst með góð ráð fyrir hann. Ég segi við tökum inn 2-3 tuði viðbútt. Við erum hérna í tuðhotninu FM 95 Blö, yfir hverju vilt þú tuða? Ég vil ekki vera með leiðindi. Nei, en það má samt í tuðhotninu. Já, en leiðindi við ykkur svona, en ykkur reykvíkingar. Já. Íslendingar sem búa fyrir sunnan. Ég bý hérna fyrir norðan. Já. Og mér langar að tuða yfir því, í vetur, þá voru einhverjar ömurlega fréttir af ykkur. Vera, þú veist, að það handlegsbraut sig einhver kona hérna fyrir framann kringluna og eitthvað svona. Út af því að það var svo hált. Já, hált í koru. Já, hversu mikill auðmingaskapur er það? Já. Þú veist, gerðu það ekki annan nema vælduð yfir vondu veðri. Þetta er skemmtilegt tuð. Hvað ertu fyrir á Akureyri? Við hérna fyrir norðan, tökum þessu bara eins og ekkert sé. Auðvitað. Herðu, þú komst þessu af brjóstiðinu. Takk fyrir þetta tökallið minn. Já. Bæ. Ég nefndi ekki að ræða þetta. FM 95 Blö, velkomin í tuðhotni. Já, góðan daginn. Já, ég heyra að þú átt eitthvað gott handa okkur maður. Já, heyrðu, ég ætla að rétta síma til konunum minnar og leiði henni að tjá sig. Já, heppin eiga konu. Heyrðu, hún veit ekki tala. Hún veit ekki tuða núna, hún búin að tuða mér henni síðan hálftíma, svo við dætti í huga nýta tækifærið og leiði henni bara að tala við ykkur. Yfir hverju var hún að tuða? Að mála íbúðunar húnna. Ég veit að það, veistu að það leið og það kemur vor, þá fara þessar kettlingar að tuða alveg út í eitt, sko. Já. Það þarf að reyta arfa og mála íbúðuna bara leið og sólinn hækkar, þá byrja tuðið. Er Íris að tuða mikið í þessu uppi núna? Nei, veistu hvað átt að gera? Nei. Veistu hvað átt að gera? Leið og biðum að mála, þá áttu bara að vaða í það. Já, ég held að. Af því að það besta sem þú gerir, það er að vera með eitthvað á dagskrá, skilurðu. Af því að leið og byrjar að mála og ert með blautt í penslinum, þá lætur hún þig allavega að vera á meðan. Og þá segir þú bara, heyrðu ástu mín, ég skal mála, en það getur líka tekið 2 vikur og þú heldur kjafti á meðan. Þá ertu segið bara harður hérna eitthvað. Já! Það er bara eins og konaði sem með þig bara í einhverju ól. Nei, ég er bara að tala, veist, ég er að segja eitthvað, sko. Já. Takk fyrir góð ráð. Já, ekki máli gangi. Takk fyrir þetta, kallið minn. Já, vel. Herru, þetta var tuðhotnið. Já, ég er ánægð, ég er alveg æstistattur upp, ég er ánægð með tuðhotnið. Já, ég heyri það. Ég þarf eiginlega bara að setja á lag til að róa það niður. Við þurfum að tuðhotnið veri hér framvegis á 30 Það er allavega ekki þetta tuðið við þessu lagi. Jay-Z, Kanye West. Know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hot, motherfuckers wanna find me. Útvarpsstöðin FM 95 Blö á útvarpsstöðin FM 957 og já, það hefur ekki farið fram hjá neinum á Íslandi að Bauhaus er búið að opna. Já. Það er bara aðeins á Íslandi myndi heil þjóð fara á aðra hliðina þegar það er að opna einhverja byggingavöruverslun. Já, fólk var að rífa sig upp klukkan 7 morgun til þess að mæta bara spariklætt að skoða parkett, sko. Já, ekki bara að rífa sig upp sko klukkan 7, heldur maður þakka fyrir það dó ekki einhverja maður. Já, þetta var aldrei eins og bílarnir var að koma saman. Já, bara Woodstock nema þetta er byggingavöruverslun. Já. Og þetta segir okkur svolítið mikið íslensku þjóðina. Já. Skilurðu? Átti ekki að vera kreppa í fyrsta lagi? Já, það náttúrulega á að vera ódýrara þarna, sko. Var fólk að klæða sig upp fyrir þetta? Nei, ég segi bara svona, þetta er bara svona típist. Krakka mínir farið nú í skyrtuna, við erum að fara upp í Bauhaus. All fjölskyldan, það verður að gefa gasblörur og pulsur. Já, það sem við ætlum að gera er að, já, ég er ekki búinn að fara þarna. Ert þú búinn að fara þarna? Já, ég kíkti þarna á mánudeginum. Í alveg, ertu búinn að fara? Já. Já, ok. En það var líka út að ég þurfti að fara
fara í byggingavöruverslun. Já, ég var nefnilega spurður sko á laugardaginn eða föstudaginn bara, ertu búin að fara í Bauhaus? Já, ég veit, bara svo það sé bara, ertu búin að pröfa geðsjúka rússíbanan sem henn á Höfn, sko. Já, ég ætla að hringja það og við ætlum að tjekka svona hvernig stemmingin núna. Er þetta endalaust partíat í Bauhaus? Er það málið? Það bara verið að gefa svala og allt í ruglinu. Og það bara gasbílur og börnin og bara allt crazy, sko. Já, fólk var að eyða, sko, fólk náttúrulega að kaupa parkett og það að kaupa alveg... Verkvaradeild. Já, góðan daginn, þetta í Bauhaus? Já. Hörru, hvernig stemmingin hjá okkur núna? Mjög fín bara. Slatta liði? Jú. Reytingur? Já. Eitthvað verið að gefa eitthvað? Ekki núna, nei. Nei. Er það bara helgar, eða? Það var núna fyrstu 2 helgarnar. Já. Fyrstu 2, já. En veistu eitthvað næstu helgi fyrir áhugaðsami? Er þið með gasblöður og trópi og eitthvað? Hvað að frétta? Það verður ekkert þá, bara venjuleg opnun. Nú var bara verið að dikt saman svona í byrjun? Já. Engin ísbjörn á innhjóli kannski hátæginn á laugardaginn? Ekkert svo leiðis. Ok. Hvað eru margir í búðinni cirka núna? Ég veit ekki, 100. Vá, það er reytingur liði. Ok, og fólk að skoða, eða verið að versla? Það er mest að skoða. Hvað er að fara mest? Hérna í okkur? Já, eru grillin vinsalust? Ég held það, já. Hvað er vinsalasta deildin hjá okkur? Það sé ekki gardeildi bara. Já, ég skil. Það er náttúrulega vorið komið og... Það er spenningu fyrir því. Já. Spenningu fyrir gardinum. Hvað eru vinna margir þetta? Það er eitthvað 100. Nú, ok, það er bara starfsmaður á hvern mann núna til dæmis. Já. Og hvernig er mórallin hjá ykkur starfsmönnunum? Er þetta búið að vera geðið ekki? Búið svolítið mikið. Já. Það fíntur þig að þetta sé aðeins að róast. Já, þægilegt. Já. Í hvað deild ert þú? Verkvaradeild. Já. Ok. Og eru margir í þeirri deilda? Við erum, 7. Já, þeir eru 7. Kvikindi þarna maður. Herri, já, við ætlum bara að tjekka þannig að það er engin gríðarleg stemming núna. Ekkert mikið að gerast núna, nei. Nei, það er svona þegar að nær... Velkomin samt. Já, þakka þér. Svona þegar að nær dregur helginni, þá fara menn í gýrin kannski. Já, það er eitthvað lukkudýr um helginu og eitthvað. Nó! Hvað ætti að segja? Það er alltaf eitthvað krakkaklúpur. Já, ok. Sniðugt. Lukkudýr Bauhaus? Já. Hver leikur hann? Ég veit það ekki. Það væri nú gaman að fá að vita það. Ég hugsa að það væri svona sennilega síðasta sem ég myndi nenn að gera í þingunni, að leika lukkutrölli í Bauhaus. Já, það er nú allt í lagi. Herru, gaman að heyri þið, vinnur. Sumleðis. Takk fyrir þetta. Bye. Herri, já, þetta er, það var einhver svona, ég veit það ekki, það er ekki sama stemmingin og var síðustu 2 helgar. Nei, það er nú reyndar alveg rétt, sko. En núna eftir að Bauhaus opnaði, hitt á allt dáið, skilurðu? Eins og hann var að segja okkur, það er eitthvað krakkaklúbbur aðna og það er eitthvað lukkutröll um helgina. Já, það er alltaf eitthvað happening, sko. Já, en heldur eru Húsasmiðan og Bíkó, eru þeir á tánum núna fyrst að Bauhaus komið? Já, þeir þurfa að steppa upp, sko. Það myndi ég halda. Já. Á ég að prófa, á ég að ringja hérna, Ringdi í Húsasmiðina. Ok, ég ætla aðeins að breyta röddu, ég ætla að aðtöða svona, ég ætla að láta eins og ég sé pappið eitthvað. Já, svona að tjekka. Hvort það sé eitthvað að gerast þar líka, eins og í Bauhaus. Hvað sagði hana? Bara lukkutröll og hvað, eitthvað krakkaklúbbur eða? Já. Ok, byrju, það ringja hérna í Húsasmiðina og svo ringir þú í Bíkó. Tjekkum hvort að þeir séu á tánum. Já, góðan daginn. Herðu, hvernig er það hérna, nú er ég með krakkanum helgina, er eitthvað svona skemmtið dagskráðu ykkur næstu helgi? Ekki svo ég viti. Nei, það er enga blöðrur og svalar og svona, er eitthvað svona veistlega hjá okkur? Ég bara veit það ekki, ég hef ekki sett það allavega auðlýst. Nei, það er bara í Bauhaus? Já, það veit ég ekki. Ég er ekki í Bauhaus, sko. Hvað segirðu? Ég er ekki í Bauhaus. Nei, ég veit það er bara styttra fyrir mig að fara með krakkana til þín, þannig að ég var að spá í hvort það er saman veistlan hjá ykkur. Þannig við vorum með veistlan síðust helgi. Nú. Voru að henda einhverju blöðrum og annað? Já, pulsur og allir hendinn. Já, svo var það... Þannig ég ger ekki ráð fyrir að vera aftur núna melkjum. Nei, nú veit ég að þeir hann í Bauhaus, þeir eru með lukkutröll í krakkaklúbbnum, eru þið með eitthvað svoleiðis ef við kemur krakkana? Nei, hvað voðalegt að þurfti á okkur? Já, er það? Ekkert að vera. Eru þið með krakkaklúbb? Nei, það held ég ekki. Og nú er ekkert verið að gera fyrir börnin annað hjá okkur? Jú. Hvað get ég látið krakkana vera að gera minn ég að skoða þarna á laugardaginn? Ná, skoðar? Getur þau fengið að smíða á eitthvað eða? Nei. Hvað er það að gera? Ég veit það ekki. Eitthvað svipa bara að fara í fjarlagkaup. Hvað gerur þau þá?
Hvað segirðu? Hvað gerir þið krakkan á fyrir Fjarðarkvöld? Hvað gerir þið? Þetta er ekkert... Hvað gerir þið? Það er ekkert hér hverja helgin eitthvað, sko. Hvað gerir þið krakkana fyrir Fjarðarkvöld? Já, ég meina við eigum að vera með eitthvað, ég meina... Já, ég er nú bara að tala að því að ég nenni bara ekki að keyra þarna upp í þetta. Þeir eru með krakkaklúb og lukkudröll og kandífloss og eitthvað. Þeir ekki að bjóða upp á eitthvað fyrir börnin þegar maður kemur að þetta. Við höfum gert það, en við erum ekki með það, svo ég veit til næstu helgi, sko. Já, þetta er bara ein og ein helgi hjá okkur, það maður bara giska á það. Já, giska með þetta, helt auglýst. Já, þannig að það er ekki til okkur helgina. Ekki svo ég veit í. Við finnum það í Bauhaus. Það verður þó auglýst að það verður, sko. Já, þá þarf ég bara að kíkja þetta í Bauhaus. Það gerður svo vel. Herru, þakkar. Já, herru, það var ekki sama stemmingin enn í húsasmiðinni. Nei, það var hundur í honum. Já, bara hvað gerir við börnin þegar þú fer í Fjarðarkvöld? Já, hann byrjaði út í því, sko. Já, skiljanlega. En það var ekkert í gangi þarna. Nei. Menn þurfa nú að vera á tánum, sko. Já. Ef einnig með kandifloss, þá þarf hinn að kaupa stærri vél. Já, pottet, þetta er bara hann. Ég myndi henda upp, sko, hoppukastala og... Já, einmitt, blásur. Það þarf svo lítið til þess að fá fólk á staðinn, sko. Vilt þú prófa Bíkó eða? Skal prófa Bíkó. Áður við hendum í því Florence and the Machine? Jep. Er það ok? Ætlar að breyta röddið það? Já. Ok, og reynda að fá okkar fyrir börnin. Hérna er númerið. Halló? Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég var aðtóa hvenær krakkaklúburinn byrjar hjá ykkur helgar. Krakkaklúburinn? Já, er ég með eitthvað svona krakkaklúb? Nei, ekki svoleiðis. Það er ekkert svoleiðis? Nei. Ég er nefnilega með 12 börn, sko, dóttir mín er að halda upp á afmælið sitt, hún er 8 ára. Já. Og hérna, hún var nefnilega í barnaafmæli upp í Bauhaus síðustu helgi. Já. Og við búum þarna í Kópavogi. Og hann langaði svo að halda upp á afmælið sitt þarna. Já, við erum ekkert með eitt svoleiðis. Það er ekkert svoleiðis. Það er ekkert fyrir börn þarna kannski. Nei, við erum bara með lítið barnahátt hérna, sko, fyrir krakkar sem að... Já, hvað komast margir fyrir þar? Það er bara 5-10 tíma, sko, en það er ekkert svona sem við erum að halda upp afmælið eða eitthvað, sko. Nei, það er ekkert eitthvað gasblöður eitthvað svoleiðis. Nei. En er möguleikið það, 5-10 tímans, þetta er nú ekki stórt, þetta er bekkurinn, þau er 11, sko. Sko, það er ekkert sem við getum búið upp, það er ekki sem sjónvarpan inni eða. Nei. Þetta er svona aðalega bara fyrir kannski 10 og yngri, sko. Já, einmitt, hún 9 ára. Já, það er ekkert sem að svona... En hún gæti semst komið, þá þyrftu ekki einu sinni kannski að panta þetta og getum bara komið með krakkana og... Nei, það er ekki heldur möguleg, sko, því að þetta er náttúrulega bara að blanda krökkumann inni. Já, einmitt. Sem er í verslunni með foreldrum og... Já, það er nú allt í lagi, það er náttúrulega bara gaman því, sko, fleiri því betra, sko. Já. Eins og upp í Bauhaus, þar var lukkudýr, sko. Já. Þeir er lukkudýr Bíkó, hvað var það alltaf? Það var nú einhver tíman hérna. Ég man ekki eftir því að það verið til. Hvað hérna, Bjössi eða eitthvað, svona bánsalegur? Er það hvað langt síðan? Já, það er nú örgulega svolítið síðan, sko. Já. En það er ekki boðið upp á neitt eitthvað svona kandífloss eða eitthvað svoleiðis fyrir krakkar? Ekkert slíkt. Nei, það er ekkert þarna. Nei. Þetta er ekkert eins og í Bauhaus? Ekkert eins og í Bauhaus. Nei. Ég sé þetta í Bauhaus. Nei, það er svona krakkaklúpur hérna alltaf helgar, sko. Já. Það er með svona... Ég þarf að kynna með þetta. Lukkudýri, sko. Já. En ég gæti komið, sem sagt, hvort sem að það, hérna, þið myndið vera eitthvað skipt ykkur að því, ég gæti komið þarna með, kannski nokkra krakka á. Já, alveg velkomið. Ég held að það verði samt ekki spennandi fyrir bandi. Nei. Það er bara svona lítið krakka. Já, það er náttúrulega ekkert sjónvarp. Ekkert sjónvarp og... Nei. Ekkert að vera þannig. En ef möguleg ekki að vera sjálfur, sko, ég á PlayStation vel. Já. Gæti ég komið með sjónvarp með mér? Hver er þetta? Ég þig. Þannig lækku við því hver er þetta. Þá gefum við það bátinn allavega. Þá veitum við það að það er ekkert að vera hjá hvorki húsasmiðinu nýja Bíkó. Nei, Bauhaus er svolítið með þetta núna, sko. Já, það var nú samt þurft í honum líka. Já, þetta er náttúrulega... Það hendur upp einhverju einu lukkutrölli. Vá, spennandi. Já, Bauhaus er bara svolítið eins og tunglið í gamla daga. Já. Bara stemming helgar. FM 957 kynir grínmyndina The Dictator. How do you find America? I like it, but I'd love to destroy it. Frá þeim sem færð okkur borað. You can all suck it. Kemur einn fyndnasta mynd ársins. Þar sem Sacha Baron Cohen fer á kostum. Í hlutverki klikkaðasta einræðisherra allra tíma. What a civil rights. FM 957 býður á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 15. maí. I love being an
Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unnið miða. Dictator frumsýnd 16. maí í samstarfi við GAP og hraðpenningar. Fiskibarinn 19. maí, Jet Black Joe og allir með Finlandia í hendi. Sjá nánar á fiski.is. Vísindamenn okkar hjá Shell eru óþreytandi í vinnu sinni við að auka enn frekar afköst og endingu vélarinnar. Njóttu árangurs þeirra með Shell V-Power. Fáðu smá pening. Svona, hraðpenningar.is. Subway býður upp á 4 tegundir af partyplötum sem henta vel í afmælið, fundinn, veisluna eða partíið. Subway, alltaf fest. Grillhandbók Fabrikunar er komin í Hagkaup. Nákvæmar uppskriftir að vinsælustu borgurunum á Fabrikunni. Gríftu með þér ókeypis eintak og sláðu upp þinni eigin Fabrikuveislu. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Reykjavík Live hefst á morgun. Framkoma, Úlfur, Blotgroup, Þórunn Antonía. Tryggðu þér armband á miði.is. Bú Avenue opnar undirfataverslun í Kringlunni á morgun. Opnunarpartí reykjavíknightlife.is á Þýskabarnum 16. maí. Framkoma meðal annars Kontakell Funeral og Sverrir Bergmann. Veitingar í boði reykjavíknightlife.is meðan byrðir endast. Kíktu inn á reykjavíknightlife.is þar sem næturlífið byrjar. FM 957 kynir bestu útjátíðina. Helgin 5. til 8. júlí 2012. Gaddstaðaflatir við Hellu. 200.000 naglbítar. Sigur, Páll Óskar, Blár Ópal, Úlfur, Retro Stefson, Ingo og Viðguður. Á móti sól, skítamórat og fleiri. Miðastalegri gullumgangi á bestaútjátíðin.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Komin 2 pitbull-lög í þessu þætti núna. Já, óskalög sjúklinga halda áfram. Ná, ég held að verði ekki fleiri. Sveimi þá, törn og... Eru til fleiri pitbull? Já, það er til endalist að þessi ruslinu. Hvaða, veistu hvað, ég er hérna á netinu. Það er svo yndislegt að lesa þessar fréttir. Nú, hvað ertu með? Nú ertu með eitthvað topic fyrir okkur? Já, ég er með smá hérna, sko. Já, ok, þá ætlum ég að færa þetta, geymum þetta. Sko. Hérna er maður sem að kveikti í sjálfum sér fyrir utan dómshúsið í Oslo í morgun. Finnst þið það hressandi? Nei, bara, maður svo skrítið í þessum heimi, sko. Já. Ekkert hressandi. Nei. Það er nú kannski hressandi að kveiki í sér. Þú sagðir ég er með eitthvað fréttir hérna, sagður? Já, þetta er ekki hressandi, sko. Nei. En það er sem sagt verið að rétta yfir honum hann að Breivik vitlising hana. Viðbjónum. Já, algjör fáiði. Já, sko, fáiði er ekki rétt orðið yfir svona. Við skulum ekkert fara neitt nánar út í þetta, en mér finnst að kalla svona mann fáiða, það er bara... Já, það er vægt. Það er bara drepan. Og hérna, en það var allavega, jú. Ok, áfram. Það var allavega einhver maður sem að, fann einhverja þörf fyrir sér til þess að kveika í sér fyrir utan dómshúsið. Hvað græðir hann á því? Ég veit ekki, hann, talið er að maðurinn hafi hellt eldfimum vökva yfir sig áður en hann kveikti í sér. Já, ég er að sjá þetta hérna núna. Skilurðu? Já. Okay, það er ekki vita hvort að maðurinn í lífsættin, hann var fluttur á sjúkrahús með brunasár. Eðlilega, og það var náttúrulega slökkt í honum strax, sko. Já. Og það eru náttúrulega fullt af mönnum að mótmæla þessu og bla 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 og bla bla bla. Já, en ég skil ekki hvað hann græður á því að kveiki sér. Já, hvað breytist eitthvað? Nefna það að hann verður bara með 3 stigs bruna sem eftir er, sko. Ég bara gerir rauninni illt verra. Já, og hvað þarf maður að vera orðin reiður og brjálaður til þess að... Nei, nú er nóg komið. Ástu mín, hvað er bensínbrúsinn? Hvað ertu að fara að gera? Ég ætla að fara þarna niður í dómshús og ég ætla að kveiki í mér. Nertu ekki að þessu, Gunnar? Hvað eru eldspýturnar? Já, en náttúrulega svona maður, þetta er ekkert bara fjölskyldumaður sem er nýkomin heim á vinnunni og er bara að spyrja konuna sína bensínbrúsan, sko. Nei. Hann er náttúrulega glímað eitthvað vandamál, held ég. Já, potið, sko. Þetta er ekkert eitthvað bara, herrastu mín, ég ætla aðeins að kíkja það niður í stjórnarráð. Akkurru, þú sér það á eftir bara í fréttunum. Ég er komin nóg að þessu drasli. En þetta er endar ágætispunktur í það, fyrir utan það, náttúrulega, þetta er leiðilegt ef að maðurinn er væntanlega, eins og ég segi, að glíma með eitthvað veikindi, en það er svona, hvað fær mann til að segja bara, já, nú er nóg komið, nú held ég bara bensin niður mig og kveiki mér. Já, hvað þarf mikið að hafa gengið á til þess að maður taki þá ákvörðun, sko. Og líka bara svona, heyrðu, nei, og einmitt,
hvenær fattar hann það, sko? Já, en það er einhver sem segir mér, hann ekki búinn að segja vinur sínum þetta, skilur. Þetta ekkert eins og, segjum þetta væri ég. Ég myndi segja bara, herru Sveppi, ég komið nóg að þessu, hvað? Ég fara andan niður eftir, ég ætla að kveikja í mér. Nei, veitu, hættu þessu. Jú, ég ætla bara að fara andan niður eftir. Hann ekkert að ræða þetta vinnin, held ég. Nei, þetta eitthvað einstæmi, sko. Já. Og líka ef þú myndir ákveða að segja bara, Sveppi, ég bara búinn að fá mig fullsatan að þessari kreppu, ég ætla nú bara að fara að kveikja í mér hérna í stjórnarröð. Ég myndi bara segja, já, gerðu það maður, það snilt. Vá, næs. Ég myndi alltaf halda að þú værir að djóka, sko. Já. Svo myndi við bara ringja einhver, heyrðu, allir skaðbrunnir og spítala. Býttu, gerði hann þetta? Ég held að hann var að djóka, hann var búið með 2 bjóra og ég held að hann var bara einhver rugli. Ákveður 2 bjóra, hjálpa það eitthvað? Já, það er að kveiki sér. Eldfimmari þá líka? Já, það er líka hérna... Það er svona, það er þægilega að vera aðeins í því. En við erum ekkert að gera grína þessu manni, við erum í rauninni bara að tala hvað þetta allt saman steikt. Og hann ekki í lífshættu, það var að koma hérna inn núna, sem strax gott. Við vorum að fá það á faxvélinni, já. Hann ekki í lífshættu. Þetta frá annar útvarpsstöð í Oslo. En þetta samt tilæðilegt fyrir greiði mannin þegar hann vaknar á morgun, bara, eins og ég segi. Ég sé ekki hvað hann græðir á þessu greiði. Já, er hann núna bara, þarna loksins fengu þér að heyra það, sko. Nú verður hlustað á mig, það bara hannig. Við ætlum að fá hérna smá Linkin Park og svo komið það á leiðinni heim, dagfræliðinum. Ég spila eitthvað laga sem ég væri til að heyra ef ég væri á leiðinni heim eins og þið núna, kæru hlustendur sem sitið í bílnum á leiðinni heim. Má ég velja? Þetta svolítið minn liður, sko. Ok. Hvað myndir þú velja? Ég ætla að hugsa eitthvað. Þetta samt ekki núna á leiðinni heim. Nei. Ég held nefnilega í dagsfélaginu eftir á leiðinni heim að þú verðir mjög ánægð með það lag. Ok. En þetta félagar okkar í Linkin Park með lagið Burn It Down sem var kannski vel við eftir síðustu frétt. Hey, woo! Þetta var mér svo óvart. FM 95 blöð. Það hressandi lag, þetta svolítið svipa oft í aðeins strákunum, en... Linkin? Já, þeir nú samt flott lög hérna inn á milli. Já, það okkur. Ég rétt handa við hodnið á leiðinni heim. Ég búinn að henda í lagið sem ég ætla að spila og styttist í það. Já. En ég fjallaði hérna fyrir nokkrum mánuður síðan, Sveppi, þá fjallaði ég verslun sem selur kynlífsvörur. Já. Svona hjálpartæki ástalífsins. Já. Og þá var verslun í New York sem byrja á því að vera með heimsendingu, fría heimsendingu vörun. Og það vist gjörsamlega búið að slá í gegn núna og það verið að opna 3 nýjar svoleiðis verslanir. Já, og Bandaríkin? Já, nei, bara ennþá í New York, bara fleiri stöðum. Og vilja bara sem pizza? Já, þetta að verða pínu þannig þarna. Það reyndar alveg sniðugt, sko. Já, þetta svona ekki það þetta í að vera eitthvað svona feimnismál, en þetta alltaf svolítið feimnismál. Já, það alltaf erfitt að fara. Vesla svona vörur. Og veist maður, ef maður fer inn í svona búð og ætlar að vesla, þá segir maður alltaf, hörðu, já, ég að fara í ammæli. Já, ég að fara að stekkja eitthvað svona. Já, að kaupa uppblásna kind. Nei, alveg nei. Þá ætla ég rétt að vona og sérst að fara í ammæli. Hvað þetta bara eitthvað sem þú kaupa fyrir engasafnið? Ákveður hlustu eins og vera að vesla fyrir sjálfa og verðast að ljúga að vera fyrir ammæli. Það veist, eða egg eða eitthvað, skilur. Já, strax skara. En þegar þú þarft heimsettingu, skilur, það náttúrulega margir sem það mjög mikið... Ertu veslarið mikið í svona veslun? Nei, ekkert sérstaklega. Nú varstu giftur og... Nei, ekki giftur, giftist í sumar. En það, þú veist, það náttúrulega, það aldrei skrítið að... Skilur, maður ekkert eitthvað bara með, hjálpatæki ástalífsins bara heima hjá sér bara í 5 manna fjölskyldu, skilur. Nei. Og veist, ef eitthvað barn vaknar og kemur inn í svefnaherbyggi og þá allt bara á rúf og stúf, skilur. Já, ég meina, hvað, getur ekki læst að þér, eða? Nei, það ekki hurð, sko, það vantar hurðar á herbygginu okkar. Það reynda þú segir það. Við erum að fara að kaupa hurð. Þú ert að endurnýja. En það mjög margir sem að nýta sér þetta og kaupa bara á netunum. Panta, skilur, einhver dildó eða egg eða eitthvað svona butterfly dot. Já. Og fá þetta bara sendt kannski mánuði setna skilur. Já, þá ertu laus að vera að vesla þetta svona face to face. Já, en svo en þú ert að segja mér að þetta svona bara svona, það bara föstudagskvöld, ædolið búið, þér langar í dildó, þú hringir og hann kominn korteri setna. Nei, já veist, þetta bara, þetta rauninni basically eins og þú ert að gera hérna á Íslandi, þú ert að pantað utan, nema þarna færi þetta bara samtæðus. Ég ekkert að segja þetta sé orðinni einhver pítsuþjónusta. Nei. Ég bara að segja að, þú færi þetta innan skams. Já. Þetta bara ef ég segjum til dæmis að mér langaði í þetta eða eitthvað. Já, þú ert að kaupa múfu. Æ, hættu þessu. Ég bara kaupa eitthvað þarna. Ok, bara segjum bara 2 góð tímarit eða eitthvað. Já, ok. Nú var saklust. Ok.
Já, þá get ég bara hringt og sagt, herri, ég ætla að kaupa þannig að það er þessi 2 tímar. Já, og þá er það komið kannski eftir 2 tíma eða eitthvað. Já. Bara eins og í staðin fyrir að ég þurfa að fara út í búðin að verslita. Já. Það er þjónustæðara. Já, en það er ekki svona, shit, ég er svo graður, ég verð að láta að senda mig múfuma. Getur, hvað er langt í hana? Hvað tekur hún langt í? Nei, þetta er ekki þannig sverir. Sem betur fyrir. Það er alveg möguleiki. Maður er alltaf í stór hættu þegar maður er með barnastjörnuna hérna í stúdíónu að ræða svona mál. Ég er að spara að hætta þið bara og fara í dagskrárliðin á leiðinni heim. Og ef ég verð á leiðinni heim núna, úr vinnu eða skóla. Það er eins gott að þetta sé gott stöf, því að nú er ég búinn að halla mér aftur hérna í stúdíónu. Já, þetta er ógeðslega gott stöf, ég lofa þið. Krossleggja fætur. Ég held að það sé hellingur á leiðinni núna, á leiðinni heim. Klukkan er korter í 6, fólk búið að kannski vera eitthvað þar og það er það segir sér sjálf, það er fullt af fólki á leiðinni heim, það er bara þannig. Já. Og þetta hérna lag heitir We Are The People and Empire of the Sun. Ok. Og já, ég myndi hækka vel í útvarpinu núna ef ég var á leiðinni heim. Setjast aftur í og... Setjast aftur í? Bara hlusta. Bara parkera bílnum. Herru, á leiðinni heim. Þetta er hljómsveitin Empire of the Sun með lagið We Are The People í dagskrárliðnum á leiðinni heim. Hvernig fannst þér? Þetta var fínasta lag, sko. Já, þetta verður svona þægilegt og þetta er bílnum meitt bara eitthvað að gera. Já, ég vel alltaf einhver svona lög sem ég þekki, svona, ég er svolítið svona gæi, sko, veist, hefði valið bara And so it is, just like you said it would be. Vel rólegt. Skilur, vel rólegt og eitthvað svolítið eins og McDonald's. Já, svona Damien Rice. Já. Er þetta líka Damien Rice með McDonald's? Já, þú veist hvað þú hefur hann, sko. Já, reyndar. Alveg sama, það er alltaf gott, sko. Það er reyndar alveg ótrúlegt með McDonald's, það verðist aldrei breytast bragðið. Maður fekk sér nú slatta McDonald's þannig í evróska... Já, það er svona að þú ert að deyja hungri og ert eitthvað raskandi, þá veistu hvað þú ferð. Já, líka bara út að ferðast með Steinda, þá kemur eiginlega ekkert annað til greina að þú ert að fara þarna milli staða. Það er sem hann vill. Hann er makkari. Hann er makkari. Það er hárið rétt hjá þér. Hann hatar ekki McDonald's. Ó, nei, ertu að horfa á Idol-ið þetta? Já, ég er meirinn að horfa á það. Ég er dedicated fan. Já, með hverjum heldur þið? Ég skammast mér, sko. Ég stundum að spyrja á Twitter og svona eins og síðasta föstudag, þá spurði ég með hverjum haldi á Twitter. Já, ok. Og þá ég vissi alltaf að myndi kosta, það eru svona töffar eins og Máni og Þossi og eitthvað svona gauðra bara svona sem að rakka maður niður fyrir að vera að horfa Idol ákvöru. Þetta eru skemmtilega þættir. Já, þetta er fínt, sko. Þá er maður, ég skammast mér 0 fyrir það að horfa Idol. Já, þetta er nú bara eitthvað minnum að það kendi þessum strákum, sko. Það ekki. Ég held með Jessica Sanchez. Já. Og, sko, ég vill eiginlega bara úrslita áttur þessu Jessica Sanchez og Joshua. Já, ok. Og reyndar hérna, þegar nú er reyndar fíla í Philip er einhvern veginn svona meiri við, sko, hann er svona okkar maður. Já, ég er búinn að eiginlega halda með öllum síðan að countrybollan datt út, sko, hressa countrybollan. Já, Joshua er samt, hann er ógeðslega flottur söngur og svona, hann er svona tóltið svona gospel feelingur í honum. Já, svolítið einstundum. Já. Mér finnst Philip nefnilega að vera svona flott og gauður, sko. Já, hann er líka alveg bara svona, eins og segir, búinn að vera hann sjálfur bara alla leið og... Já, bara vennilega, sko. Þetta, en já, hann er búinn að vera svona eðlilegur alltaf. Já, en hún er alltaf með svaðalega rödd, þessi litla dökkara maður. Já, 16 ára, Jessica Sanchez. Já, ógeðslega flott, sko. Svo er ég líka, nú er ég dottin inn í Homeland líka. Já, þar er ég. Já. Ég er nefnilega horfi ekki á mikið af svona þáttum, en Homeland er að grípa mig. Já, Homeland og hérna Parks and Recreations hefur svona skemmtilegust þættin núna. Hefur þú séð hana Alcatraz? Alcatraz? Nei, það er ekki algjört rusl. Það er ógeðslega spes, sko. Það er bara, þetta fjallar einhverja fanga sem að sluppu eða eitthvað og maður veit ekki alveg hvað varð þá. Og það er einhver einasti þáttur fjallar einhvern nýjan fanga sem er að gera eitthvað af sér. Og það er ein svona ung ljósari stelpa sem er í rannsóknarlögreglunni og hún er með einhverjum spikfeitum comic gæja sem hefur ógeðslega gaman að einhverju svona vinnur einhverju comic búð. Já, svona hassablöð eitthvað. Já, og hefur geðið eitthvað áhuga á Alcatraz og þessu máli, þessu hvarfi á þessum föngum, skilurðu?
Og það alveg sama, það bara sama dag og einhver fangi gerir eitthvað af sér, þá koma þau, hún, svona ung og fesk, nýkomin í lögguna og einhver feitur komikgæi og þau leysa bara hvert máli og fætur öðru, bara 1, 2, 3. Og maður hugsaður, þetta eru gæjar sem eru sko fagmenn í því að vera glæpamenn. Svo kemur bara eitthvað svona fólk sem er bara ung, fesk, stelpa, skilurðu? Þetta er að pirra það eitthvað? Já, þetta er svo glata bara, þau leysa bara hvert máli og fætur öðru. Er þetta ekki stikkið þarna Lost sem er með henni þarna? Feiti komikarinn, ég held að hann hefði líka verið í Lost. Já, ég sá ekki Lost. Nei, það var nú eitthvað sem sagði að loka þátturinn að vera þannig, hann átti öll. Nei. Hann lítur út fyrir það? Nei, hann er ekki búinn að græna strákun. Nei, ég veit ekki hvernig það var. Ég mér alveg sama líka. Ég er alveg sama hann. Það fyrir mittni í Örstuðskilabó. FM 957, Hringtorg og Tromp kynna. Hlustendavelun FM 957 2012 í Hörpu, laugardagskvöldið 2. júní. Taktu þátt í að velja sigurvegara hlustendaveluna. Europa Corp kynnir spennumyndina Lockout. Mr. President, there's been a takeover on Space Prison MS-1. Frá Luc Besson sem farðu okkur Taken kemur hörkumynd með Guy Pearce í aðalhlutverki. We crashed this prison. It's falling out of the sky. Lockout, sýnd í Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Smirnoff og Faktori kynna. Let the beat control your body. 90s divan Kitty Von Sondheim tekur völdin á Faktori. Þú tilbúin? 90s tónlist, 90s dansa og 90s tíska. Faktori, miðvikudaginn 16. maí, 1000 kall. Sýndu dælulykilinn og þú fær 20% afslátt hjá bónstöðinni Borgartúni. Atlandsolía. Hefurðu smakkað og Mongoose hjól eru í sumarskapi. Fylgstu með okkur á Facebook eða komdu við í búðinni og neldu þér í miða á grínmyndana The Dictator. GAP, Faxafinni 7. Nú farðu 16 tómum pizzu með 3 áleggjum á aðeins 1590 krónur. Wilsons pizza sýnir 581 1515. Opnunarpartí reykjavíknightlife.is á Þýskabarnum 16. maí. Framkoma meðal annars Contagel Funeral og Sverrir Bergmann. Veitingar í boði reykjavíknightlife.is meðan byrðir endast. Kíktu inn á reykjavíknightlife.is þar sem nætulífið byrjar. FM 95 Blö er í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Kretia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö. Á FM 957. Auðvitað Sveppi búinn að vera með ykkur síðan 4 í dag. Já, pældi því maður. Já, þetta er fljótt að líða. Já, tíminn flýgur þegar sólinn skín maður. Já, og það er gaman. Time flies when you're having fun. Nú er hins vegar klukkan, að verða 6. Rikki G mættur inn í stúdíu og ætlar að taka við og vera með ykkur til 9 í kvöld. Takk vel á móti honum. Já, og því sem getur mistað þeim þetta, þá er þetta að taka hann upp bara á kassetu. Já, fyrir ykkur sem eigi það. Pétur Jón Sigfússon verður mættur hérna til mín á morgun. Litla ógið, tekur miðvikudagsþáttinn og ég veit líka fyrir ykkur sem mista þessi þætti þá ætlar ekki að henda honum hérna inn á vísi.is rétt á eftir. Ég vona þegar við haft gaman að þessu og við og herðu og hérna síðast auðlýsingin á hann Jet Black Joe, þeir eru að fara að spila á Þýskabarnum á laugardaginn. Þýska? Já, það er sama húsi og Gaukur og Stöng. Já. Og það er hérna við hliðinum. Það sem Glimbar var? Nei, hinum megin við. Það sem Bakkus var? Já, akkurat, það sem Bakkus var og þeir mætaði mig til mín á föstudaginn, Jet Black Joe. Er Bakkus að taka 2 lög? Bakkus er hætt og Þýskibarinn komin í staðinn. Já, ok. Það er að faxa þetta byrjaskataður. Og hann að þeir, strákarnir í Jet Black Joe. Það er að taka lagið það? Já, koma á föstudaginn. Akkur heldur svona stemming þegar ég er? Við erum alltaf bara 2 eitthvað, ég vil fá gesti og... Já, það er 3. hvað, bara Jet Black Joe koma 3. að spila. Já, við verðum á Þýskabarnum á laugardaginn. Við veitum að vera hérna núna. Þetta er svona tengist á föstudaginn. Vesti dagur sem ég kann vann. Þú er samt átt verið með mér á föstudaginn. Já. Við fórum á föstudaginn til Selfoss næstu vika. Ætlar að láta að spila eitthvað, þú er náttúrulega svona Jet Black Joe gæi. Ég dýrka á. Ennþá með þetta alveg? Já, þeir eru góðir maður. Ríkilega góðir. Og ég skil ekki enn þann dag í dag okkar að þeir eru ekki heimsfræðir, sko. Já, þeir voru hárspreitt frá því. Já, ég ætlaði að ræða það líka við á föstudaginn. Það var þannig að einn var skotin í öxlina og hinn frelsaðist og allt í abaskít einhvern veginn. Tjekkum á því. En eins og við segjum, takk hérlega fyrir hlustunni í dag. Sveppi, takk fyrir að vera með mér. Ánægðinu mín megin. Og hafðu það sem allra best í kvöld. Leðilegt fyrir að sé ekki myrkur úti, það styttist í það. Með hverjum það ætti. Myrkrið maður. Sverrir Þór opnaði sig í síðustu viku og sagðist líða best í myrkri. Já, myrkrið spyr fleiri spurningar heldur en það svarar. Hárrétt. Endum þetta á Take Care, Drake og Rihanna. Það var sem allra best í kvöld og heyrjumst á morgun.